Heill og sæll, Ágúst, velkomin í Sibba-spjallið. Ég að leysa hann að Sigurbjörn vin okkar af í þetta skiptið. Við ætlum að reyna okkur að ná öllum þjálfurum núna fyrir fyrsta leik móts sem núna 2. október. Þú fyrir þá sem ekki vita, þá Ágúst Björgvinsson hér með mér. Þjálfari meistaraflokks karla hjá Val sem lið í dómarasdeildinni. Hvernig hefurðu það í dag, Ágúst? Bara góður. Ekki? Góður, styttist í mót. Já. Þannig að bara búið að ganga svona ágætlega hjá okkur. Já. Bara á eins og hjá flestum öðrum. Það alveg vilja hafa kannski aðeins meiri tíma en gengi ágætlega. Hvað nú bara svo við tölum bara, má segja hreina íslensku. Nú þú kemur upp með Val fyrir 2 árum, eða ekki? Passar. Já. Þið spilið ótrúlega skemmtilegan körfubolta fyrsta tímabilið, kemur svona, þú veist, kannski byggja aðeins ofan á síðasta tímabilið og svo. Hvernig meturðu þessu fyrstu 2 ára? Ég meina Valurinn náttúrulega hefur verið kannski svona pínu jójólið síðustu árin, en hvernig meturðu þessa veru núna þessi 2 ár? Sögun það þannig náttúrulega að lið sem hafa verið að koma úr deild, upp úr sem spilsdeildinni í efsdeild, þau hafa átt erfitt uppdráttar. Já. Og lið eru svona oftast að falla á fyrsta ári og ekki fyrsta ári, þá falla þau iðulega á öðru ári. Já. Þannig að það var svona stór hjalli að komast yfir og við komumst yfir það. Við náðum að tryggja okkur, vera okkar í efstu deild núna, búin að gera það fyrir síðustu 2 tímabil og við vorum svona dálítið ólíkir í fyrra frá því við vorum árið áður. Já. Náttúrulega Bosma-reglan hafði töluverð áhrif á það sem við vorum að gera. Það var bara alla deildina. Á alla deildina og kannski þegar þú lítur á deildina þá voru kannski ansi mörg lið eftir síðast tímabil sem voru kannski bara óánægð með sinn árangur veturinn. Þannig að já, við séum alltaf að IR og Þór fara í undanúrslit. Já, það kannski þau 2 lið sem voru til að sátt við sinn árangur og síðan náttúrulega KR sem verða Íslandsmeistarar, en ég held að öll önnur lið þetta verið bara hálfgerð vonbrigði síðasti vetur og það svona líka bara liðin að jafna sig og svona jafna sig á því að það eru konur svo mikið erlendu leikmönnum í deildina. Og það náttúrulega bara fyrir okkur þjálfara, fyrir leikmenna, fyrir stjórnina, það er bara allt umfókið miklu stærra og það eitthvað sem við erum að venjast aftur frá því sem var einu sinni. Ja. Og ég að vonast til þess að bæði við og aðrir í deildinni, því að við erum náttúrulega að horfa á þetta líka út frá heildinni, að liðin verður betur svona undirbúin fyrir þetta allt í vetur. Við erum að sjá sum liðin að taka aftur Bosma-leikana, Evrópuleikmenn sem voru í fyrra. Já. Við séum líka þeir sem gerðu vel í fyrra eins og Nick Tomsik, hann á næstu konti ykkar Já, Matasovits í Njarðvík og maður þekkir kannski markaðan aðeins betur núna heldur að gera fyrir ári síðan og held allir þjálfarnir séu í sömu spórum þar. Við vorum ekki búin að vera með þessu evrópsku leikmenn í dálítinn tíma í deildinni. Það hefði alltaf evrópsku leikmenn að spila, ég meina, þú veist, í deildinni, út af þessari reglu. Já, það var nú ansi langt síðan. Já. Hörð lending fyrir, eins og þú segir, ég meina, það voru vonbrigði á rosa mörgum bæjum, en hvernig, ég meina, þú veist, auðvitað þetta risastór breyting, en voru þið þjálfarar, voru þið allt tímabilið bara svona einhvern veginn að reyna að ráða í þetta? Ég held að það verið alveg misjafnt milli liða. Við vorum kannski lendum ekkert rosalega vel í þessu, við vorum að skipta oft leikmenn. Já. Og þannig að við vorum dálítið skipti hjá okkur og það var reyndar mörg önnur lið í því líka. Og það reyndi á leikmannahópinn, reyndi á mig sem þjálfara og svona, ef maður horfir á sögulegt þá var kannski markmiðið fyrst og fremst að reyna að tryggja sæti í deildinni og að við ætluðum okkur í úrslitakeppni í fyrra. Já. En þá náði það kannski svona stærsta markmið, það hefði verið alveg gríðarlega vonbrigði að liðið væri ekki í efstu deild sem það í. Ja. Og við náðum því og við vorum einu leik frá því að vera í úrslitakeppni og við vorum mjög nálægt því líka. Ja. Og við vorum ekki langt á eftir IR sem voru þarna í 7. sæti. Fórstu við 8 leiki í úrslitum? Já, ég held að við vorum 2. IR held að það hefði verið bara 2 sigrum á undan okkur. Ja. En svolítið annað uppi á, þú veist, ef ég má svo að orðið komast, þá hefur þú sem þjálfari og liðið Valur svolítið verið að spila með peningahúsins, því að ef við svolítið fengið þessi síðustu 2 ár svona
að byggja ykkur upp og þið hafi staðið undir ykkar markmiðum að maður myndi halda, skilur, að halda sér í deildinni, vera næstu komnir eða komnir í úrslitakeppni. Svolítið að spila með peninga hússins. Nú liðið svolítið betur manna. Hvernig þessi breyting? Ég meina, finnur þú fyrir væntingunum aukast eða? Sko, kjarnin klárlega sterkari. Já. Raggi var ný leikmaður í liðinu okkar í fyrra og spilaði miklu betur eftir áramót heldur en fyrir áramót. Bara aðlagast öllu og auðvitað bindur maður vonir til þess að hann haldi áfram að spila jafnvel. Austin orðinn reyndur leikmaður í þessari deild og hann búinn að vera hjá okkur lengi. Kom fyrst til okkur 2011 og hann orðinn svona einn af okkar lykilmönnum og búinn að vera svona eitt af þessum akkinu, búinn að vera lengi í hópnum. Og þessi íslenski hópur og kjarnin sterkari heldur en hann hefur verið, þetta hann reyndar leikmenn. Síðan að við komum að fá Pavel inn í hópinn og það styrkir liðið gríðarlega mikið. En síðan þetta náttúrulega við erum í ennþá háðir því mjög mikið og meira heldur en jafnvel ykkur önnur lið að við þurfum að stóla það að erlendi leikmenn í liðinu verði sterkir. Já. Við þurfum ekki að vera að skipta of mikið leikmenn. Já. Það er kannski ekkert mörg lið sem búið þann lúxus að þurfa kannski ekki að stóla svo mikið á það en við erum alveg klárlega þar, við þurfum á góðum erlendu leikmönnum að halda ef við ætlum okkur enn meiri hluti. En það nú samt svona svipað eins og bara hjá mörgum liðum. Já, það er þannig, það eru fálega kannski. Við erum einhvern góðan íslenska kjarna og svo þarf að bæta ofan á það einhvern veginn. Já, og það það sem við kannski höfum verið að gera. Við höfum verið að styrkja íslenska kjarnan, okkar íslensku leikmenn að verða betri, þeir að vera reyndari. Þetta voru bara allir leikmenn í okkar liði, íslensku leikmenn, þeir höfðu ekki verið að spila lykilhlutverk annars staðar. Nú hafa þeir öðlast á reynslu hérna hjá okkur. Og þeir eru orðnir betri og síðan höfum við bætt hægt og rólega í liðið. Raggi kemur í fyrra, Pavel kemur núna og síðan náttúrulega fáum Aron Búker. Þannig að það að styrkja liðið okkar mikið. Talandi Aron Búker, við vitum öll, það vita allir hvað Pavel getur í raun og veru gert. Búker kannski svona aðeins meira óskrifað blað fyrir okkur fylgjandi körfubolta á Íslandi og í íslensku deildinni. Hvers konar leikmaður þetta? Hvernig sér þú hann kom inn í valslið? Sko, hann léttur og skemmtilegur en hérna á Íslandi hefur hann alveg fullt að sanna. Ég held að það sé kostur. Hann náttúrulega spilaði sig inn í landsliðið, var valinn í landsliðshópinn og spilaði ekki mikið þar en hann var samt í hópnum og það eitthvað, hann allavega þjálfarnir velja hann og það ástæða fyrir því og hann hefur alveg sýnt mér það á æfingum og í þessum æfingarleikjum sem ég spilaði að hann hörku leikmaður. En hann óskrifað bragð í deildinni eins og segir og hann þarf að sanna sig, hann hérna á kunnulegum slóðum. Pappa hans náttúrulega gerði hérna Garðinn frægan og Manstu eftir honum? Ég man mjög vel eftir honum. Þetta einmitt á þeim tíma þegar ég að byrja að vera í kringum körfuboltann og þegar pappa hans Frank Búker, þegar hann var hérna þá var ég til með þessi Vassberg í meistarafloknum. Þannig ég man vel eftir honum og hann hafði mikinn áhrif á íslensku körfubolta. Valsliðið fyrir þetta næsta tímabil, ég meina þetta fyrsta tímabil eftir við komum upp og spiluðum svolítið hratt og svolítið aggressífir bara ef svo má orðið komast. Hvernig þetta transition? Nú þið með, að byrja inn á með Pavel og Raganat kannski. Þetta verður ekki sami hraðin á liðinu eða? Nei, liðið okkar breytist rosalega mikið í fyrra og það breytist meir en ég vildi. Náttúrulega Euro King var með okkur í 2 ár í fyrstdeildinni og síðan aftur í úrvalsdeildinni og hann var svo fjölhæfur varnarlega og það hjálpaði okkur svo mikið. Við fórum nánast úr því að verða eitt besta varnarlið deildarinnar og í því að verða lakasta varnarlið. Og leikurinn okkar, hann var vissulega hraður í fyrra allavega svona framan á móti en síðan hægðist aðeins á honum og varnarleikurinn þá var það aðeins betri en það má alveg búast í því að það muni jafnvel hægja enn meira á okkur en ekki það endilega við séum að fara að spila eitthvað göngubolta, alls ekki. Nú hefur, ég meina þetta félag, það ákveðin uppgangur í Val, er það ekki? Finnið þið fyrir því?
Ég meina, taki Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta í fyrra, ná í Íslandsmeistara kvenna, dómarasdeild kvenna í fyrra. Finnið þið fyrir uppganginum í körfuboltanum? Já, ekki spurning. Körfuboltinn hefur verið að vaxa mikið. Iðkendur hafa aldrei verið fleiri. Við erum með tæplega 300 iðkendur í dag. Náttúrulega handboltinn og fótboltinn hafa verið alveg gríðarlega sterkur í Val í áratugi, bara frá maður mann eftir sér, og það eru koma titlarinn inn margir á hverju ári og líklegt að svo 50 kom inn á þessu ári, stór titill í félagið þegar meistaraflokkur kvenna tekur Íslandsmeistaratitilinn. Ég trúi ekki öðrum að klára það stelpurnar og þá er Valur fyrsta og eina félagið í sögunni á Íslandi. Ég veit ekki til þess að eitthvað lið hefur unnið í þessum 3 stærstu íþróttagreinum Íslandsmeistaratitil á sama ári. Ekki á sama ári. Nei, þannig að, og það er ekkert annað félag á Íslandi með lið í efstu deild í þessum 3 greinum. Nei. Þannig að það er ekkert annað lið sem getur leikið það eftir. Nei. Allavega ekki á næsta ári. Þannig að það er mikil kraftur í Val og við finnum alveg fyrir því í körfunni, við njótum góðs af því. Já.